Hörðu, þá það seinasti parturinn af þessu námskeiði og það yfirferð yfir það hvernig lokaprófið verður. En lokaprófið verður sem sagt miðvikudaginn 5. desember frá 9 til 12 og for you non-Icelandic speakers it will be both in Icelandic and English. Sem þýðir í raun að allar spurningarnar verða á ensku og síðan verður bara hún endurtekin í aðeins minna letri fyrir neðan á ensku. Ég mun koma klukkan 10 leytið, mun ég byrja að rölta á milli og síðan aftur 11 leytið og fyrir þau sem hafa lengri próftíma þá mun ég síðan í lokin koma aftur, þannig að ég mun bara tekka á stöðunni en ég gæti komið 3 þangað ef að þörf á. En almennt fyrir þau eitthvað sem eru milli 9 og 12 þá kem ég 2 og geng á milli. Og verið alveg óhrætt við að hóa í mig af því að ég hef í hverju einasta lokaprófi sem ég hef gert verið með einhverja villur og það bara skemmtilegt. Svo sem finnur villuna, það alltaf gaman þegar að finna það og standa þarna og svitna þess og segja svo já, þetta villust hjá mér. Þannig að ekki gera ráð fyrir því ef eitthvað meikar ekki sens og þið sjáið það meikar ekki sens spurðið mig þá mun ég bara segja ykkur og síðan öllum svona vandræðarlega hæ, það hérna spurning 6 hún nýleið og það ekkert að því, það bara gott því fyrir því betra en ég fæ samt sem öðrulega þó ég hafi fengið eina, jafnvel 2 yfirlestrar á þessum prófum þá þetta bara, þetta gerist alltaf og lokaprófið mun verða svipað og seinustu ár, ekki bara eins og það var í þessum áfanga, heldur líka í áfangunum á undan og þannig ef þið skoðið til dæmis vefnámskeiðisins frá því fyrra, þá fer ég við prófið frá því í hitti fyrra sem var í raun áður en námskeiði varð svona, þannig að það ekki alveg jafn svona relevant, en það samt alveg að einhver leyti relevant og skiptingin mun verða í raun krossaspurningar 30 forritunarspurningar 40, ritgerðarspurningar 30 og krossarnir svona bara frekar svona rólegir bara. Það bara 1 svar sem þið vinsalegast gefið fyrir hverjum kross. Það ekki vitlaust, það ekki dregið frá fyrir vitlaust svör. Og forritunarspurningarnar, þið verðið ekki beðin að forrita ykkur ítarleg forrit á blaði. Heldur verður þetta meira þannig að ég gefi ykkur kóðabút eða ég gefi ykkur vísun að kóðabút eða eitthvað svona og þið þurfum eitthvað að geta sýnt fram á að þið getið lesið hann og hugsanlega bætt inn í hann einhverjum hlutum sem að vantar augljóslega eða kannski ekki svo augljóslega eftir því hversu ítarlega verið að fara í hlutina og til dæmis mjög klassisk spurningar sem við sjáum á eftir eitthvað svona, hei, hér HTML, hvað getur við fundið að þessu HTML? Og þá getur við verið HTML kóða og þá getur við verið að vísa í að aðgengismál eða sé ekki semantically rétt valin element eða eitthvað. Og þessar spurningar eru yfirleitt sett þar þannig upp að það eru beðið kannski 5 atriði en það mætti alveg gera athugasemdir við 7 eða fleiri. Þannig að þetta ekki alveg svona alveg klippt og skorið. Síðan eru ritgerðarspurningar þar sem verður gefið val að svara 4 spurningum þar sem hver gildir 10% og þá að 3 bestu gilda 30%. Lokaprófið frá því fyrra seinast þegar ég kíkti þó ég hafi sendt aftur post og fengið svar í morgun að það væri verið að vinna í þessu þá var það ekki undir prófasafni, heldur var ég búinn að setja undir bara skjölum í Uglu en við komumst að eftir hvort það sé þar komið undir prófasafni. Síðan þegar ég var að fara í gegnum námsefni sem við erum búin að fara í gegnum útbúið þessa upprifjun þá tók ég svona til hliðar þau svona aðalatriði sem að mér fannst svona standa upp úr í ár það svona yfirleitt það sama en stundum það alltaf einhverja breytingar hjá mér á milli ára og ég bjó til lista af þessum atriðum þannig að þið getið séð þar sem sagt bara lista af spurningum og konseptum sem að ég í raun að fara að nota að langmestu leyti til þess að smíða lokaprófið. Þannig ef þið getið farið og svarað öllu því sem stendur á þessu lista sem við getum skoðað hérna
þá ætti þið að vera nokkuð vel undirbúin. Þannig að hann hérna, aðgengilegur hérna, og þá þetta bara svolítið langur listi hérna, en margt af þessu ætti að vera búið síðast inn, en ef ekki, þá hafið þið bara targetlistan ykkar til þess að fara að lesa og renna yfir núna. Og þetta svona, já, eins og segi, frekar yfirgripsmikið mun covera meiri hlutan af þeim spurningum sem ég mun semja. Þannig ég mun horfa á þennan lista þegar ég bý til lokaprófið og þegar ég byrjar að búa til lokaprófið þegar ég klárað og held áfram með það. Síðan einkunn í námskeiðinu skiptist jafnt á milli verkefnana og lokaprófsins. Og það verður að ná báðu með lágmarkseinkunn 5, sem þýðir að ef þið eruð á seinasta metrunum eða ná upp í verkefnaeinkunn fyrir 5, fyrir verkefnaeinkunn 5, þá hafið þið ennþá möguleika því að klára í raun verkefni sem á skil á morgun og síðan hópaverkefni sem á skil á 2009 sem að mun ná ykkur ágætlega, en það allt og seint í rassan gripi núna að fara að reyna að leysa úr því. Þannig ef þið hafið ekki skila verkefnum og þið mætið í lokaprófið og síðan ég fer yfir lokaprófið eitthvað, en svo munið þið bara vera með undir 5 í verkefnaeinkunn og þá munið þið ekki ná áfanganum. Þannig að þið getið heyrt í mér ef það eitthvað á óljósu hvernig það en þið getið náttúrulega farið bara inn á Uglu og séð þar einhverju bókin ykkar fyrir verkefnin. En já, það alltaf smá leiðilegt að vera búin að einhver stendur svo ágætlega í lokaprófi en skilaði sér einhver verkefnum. Þannig að þið getið talað um mig ef eitthvað kom upp á eða eitthvað en ekki, það verður alltaf erfiðar eftir því sem að nær dregur lokaprófinu. En ætlum þá kíkja inn á Uglu og sjá hvað erum að vera. Hérna. Þannig að hérna lokaprófið frá því fyrra og það hérna. Það ekki komið hingað. Þannig að þið getið nálgast það hér og ef við opnum það og rennum bara yfir það núna þá verður þetta bara eins, þá töluvert seinna í fyrra. Það verður sem sagt prenta báðum megin og ég mun biðja að það verði ekki dreifð prófbók með, en ef þið viljið prófbók þá ykkur velkomið að fá hana, en ég mun í raun skilja bara eftir pláss þar sem þið eiga að svara og gefið pláss gefið til kynna hversu mikið þarf að svara. Þannig ef það mjög lítið pláss og þið haldið að þið ættu að skrifa einhverja ritgerð, þá eru þið líklegast að ofhugsa verkefnið. Og það mun byrja á krossspurningunum og hérna sjáum við að þetta í raun íslensku parturinn hér og enski parturinn hér. Þannig að ég mun leyfa ástkæra Ylhýra að njóta sín í íslensku partinum og ef þið skiljið ekki hvað hann að meina með þessa ósamstiltu forritun, þá getið þið lesið enska textan til að sjá að það asynchronous programming og hugsaði eitthvað gang. En hérna byrja bara svona mjög skemmtileg krossaspurning. Hvaða merkingu má greina úr eftirfarandi HTML? Við höfum ekki hafa þetta svolítið interaktivt hérna því að við erum búin að vera svo afskaplega léleg í því í haust og viljið ekki segja mér hvaða merkingu má greina úr þessu? Þetta útdráttur úr efni með fyrirsögnina fú og raðaðan lista af atriðum bar og bas, útdráttur úr efni með fyrirsögnina fú og óraðaðan lista af atriðum, valmynd á síðu með fyrirsögnina fú og raðaðan lista eða valmynd á síðu með fyrirsögnina fú og óraðaðan lista af atriðum. Hárrétt, vel gert. Þannig að hoppum við slata. Þú fær það verkefni að birta texta á myndum á vefnum. Hvert af eftirtöldu væri best að nota? Og þessi spurning svona vissulega svolítið kannski meira svona fuzzy á gráu svæði, ekki alveg augljóst hvað það en ef við lesum úr þessu hérna að verkefni að birta texta ásamt myndum á vefnum, hvort verður það best? Merkingafræðilegt HTML fyrir efni og CSS fyrir útlit. Aðeins merkingafræðilegt HTML
geyma texta og slóður og myndir í JSON, útbúa viðmót með JavaScript og CSS, eða allt jafn gott? Vel gert. Síðan hérna, það hefur yfirleitt verið einhver svona spurning þar sem hefur verið að athuga með að reikna úr boxinu. Það er bara svo skrambi gott að geta nota eitthvað þegar maður þarf að leggja eitthvað saman og svara eitthvað svona. En hverju væru vídd, breidd og hæð á eftirfarandi samkvæmt box-módulinu? Við höfum padding og width hérna, margin, border og height. Svo er eitthvað box sizing, border box og þvælast hérna fyrir. Sjá. 200. Ef við sjáum hérna, hvað þýðir border box? Hvernig lætur það útreikningin haga sér? Það lætur útreikningin haga sér þannig að það er bara margin og stærðin á efninu sem er tekin inn í útreikningin. Þannig að við höfum stærðin á efninu er 200 × 100 og border og padding, við getum hunsað það þegar það er ekki tekið með. Og síðan kemur margin sem er þá skilgreint með shorthand hérna sem þýðir að margin á alla kanta eru 50 pixlar. Sem þýðir að margin top og bottom pluss hæðin eru 200 og breiddin pluss margin 50 vinstra megin og hægra megin eru 300. Þannig að það er A, 300 × 200. Ef það væri hit, þá væri það 200, 300, border hérna bæði vinstri og hægri sem væri þá 20 og padding báðum megin sem væri þá 40, 60, 360, jú, það ekki, 260, jú. Hvað er BEM? Bloody Elegant Markup, samkeppnisaðili Markdown sem er einfaldara og notadrýgra. Block Elements Modified, aðferð til að skrifa CSS sem nýtir breytileg flexbox við skipulag á blokkum og elementum. Block Extension Method, aðferð til að skrifa föll í JavaScript sem nýta ósamfassa blokkir í Promise. Block Element Modifier, aðferð til að skrifa CSS klasa og skipulegja selektora. Ég er ekki að segja að ég muni gera það núna, en ég hef gaman að því að búa til eitthvað svona bull sem samtvinnar mörgum orðum og hljómar eins og það sé ógeðslega smart og eitthvað sem gæti alveg verið til. En, já. Ef við lendum í því að sjá brenglaða stafi, til dæmis A centigrade í staðinn fyrir eð af efnum okkar, hvað gæti verið að? Breyta þar stillingum í vara til þess að geti stutt að fullu Unicode. Vefur er birtur í öðru stafasetti en við vistuðum HTML skrá í. UTF-8 skilgreining textaritils er röng. Á er ekkert sem við á getum gert. D. B. Nei, D það er ekki. Nei, það er B. Hvert af eftirtöldu er ekki löglegt gildi fyrir lit í CSS? RGBA 0255.0, Blue eða Octothorpe 0F0? Það er A. Þetta er rétt. Það má skilgreinda svona þannig að það kollapsi niður í 00 verði 0 og FF verði F. En það sem er hérna er að þetta er RGBA sem skilgreinir alpha channel, en alpha channelið er ekki tekið fram hér. Þetta er bara RGB gildin. Þannig að smá tricks í en þegar við byrjum saman gildi í JavaScript þurfum við að hafa hvað í huga og notum alltaf 3 jafntómerki fyrir allan samanburð. Notum 2 jafntómerki fyrir samanburð á gildum af sömu típu, annars 3 jafntó. Notum alltaf 2 jafntó fyrir allan samanburð. Notum
3 jafndóg fyrir samanburð á gildum af sömu típu, annars 2 jafndóg. A. Þó svo að ég hef stundum sagt að þegar ég er með spurningar sem eru með einhverju svona absolútum eins og alltaf eða aldrei, þá sé það eitthvað, þetta hringi einhverjum viðvörunarbjöllum, en þarna er það í raun, þetta svona, við notum alltaf fyrir alla samanburð. Hugsanlega ef við myndum bæta hérna við nema í mjög sérstökum tilvikum þar sem við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera, en Ég var einmitt að nota þetta í verkefninu áðan og ég mátti að það virkaði ekki fyrir mig að nota það sem samanburð fyrir sömu típu. Ég þurfti að láta þetta vera bara með 2 skrifum, ekki 3. En varstu þá að vinna með streng og tölu sem varst að bera saman til dæmis? Nei. 2 tölur? Þá er eitthvað, það vísar til þess að það er eitthvað annað sem er, sko. Af því að þá er í raun, já, ég veit ekki hvað en við getum kíkt það. 1.8. Gitt sér skrár á fernavegu. Þær eru óbreytt, breytt, staged og merge skrá. Óbreytt, breytt, staged og remote. Óbreytt, breytt, staged og untracked. Óbreytt, breytt, staged og branch. C. Hárrétt. Á hverju byggir skalanleg vefhönnun í mikilvægisröð? Sveigjanlegu umbroti, sveigjanlegu myndum og miðlum og CSS3 Media Queries. CSS3 Media Queries, sveigjanlegu umbroti og sveigjanlegu myndum og miðlum. Grind og CSS3 Media Queries. Að hanna fyrst fyrir minnstu stuttu upplausn og síðan meiri. Þannig að alltaf þessu er tengt þessu, en þetta í mikilvægisröð er þetta að við þurfum að passa upp á og við þurfum að vera með, já ég ætla nú að leyfa ykkur að svara. Vá, geðveikt góður í að keyra svona interaktíft. Já, hvernig væri það? Fjölda munnlegt próf. 1.10. Hvað gerir eftirfarandi reglusett í CSS? Section, bil, ul, stærra en, li, tvípunktur, nth, child, 2, n, background color, octothorpe 000. Setur svartan bakgrunn á jafntölu li sem eru afkomendur ul sem aftur eru börn section. Setur svartan bakgrunn á jafntölu li sem eru börn ul sem aftur eru afkomendur section. Setur svartan bakgrunn á annað li sem er barn ul sem aftur eru afkomendur section. Svartan bakgrunn á jafntölu li sem eru afkomendur ul sem aftur eru afkomendur section. Þannig að hann þarf að passa og lesa út úr því hvað erum að vera. Yes. JavaScript er túlkað forritunarmál. Hvað felur það í sér? JavaScript kóði er túlkaður í hverri keislu af túlk. JavaScript kóði er þýddur í bildskrefi af túlk, síðan er sá kóði keyrður af vafra. JavaScript kóði er þýddur í bildskrefi af túlk, síðan er sá kóði keyrður af vafra. JavaScript kóði er þýddur í bildskrefi af þýðenda, síðan er sá kóði túlkaður af vafra fyrir keislu. Já, þarna er einmitt einn buggur sem kemur á því að copy-pasta vitlaus svör og alltaf svo breyta ykkur einu en gleyma því svo í hita leiksins. Þannig að vel spottað, en rétt svar er A. Nan er sérstakt gildi í JavaScript. Hvað stendur það fyrir og hvenær er því skilað? Nan stendur fyrir not a number og er skilað þegar reikningsaðgerð eða reiknifall gengur ekki upp. Nan stendur fyrir not accessible now og er skilað þegar típu þvingun er notuð á undefined eða null gildi. Nan stendur fyrir not a number og er aðeins skilað þegar parseInt nær ekki gildi úr texta. Nan stendur fyrir not accessible now og er skilað þegar típu þvingun gengur ekki upp. Já, og hérna er þetta orðalag er ekkert
það besta í heimi, en með að við að maður veit að það stendur fyrir not a number, þá þetta útiloka þessi tvö, og þetta hérna, það sem að þetta aðeins skila þeirra passið, nei, ekki text, af því það í raun önnur atvik þeirra getur líka gerst. Nei, maður á að nota útilokunar aðferðina og rök. Já, haha. Giskiði endilega alltaf á A, en ekki D. Sko, svona virka bara handahófskend hlutir. En 1.13, hérna sem sagt JavaScript kóði og hvað gerist þegar við keyrum hann. Og þá niðurstaðan, betra orðalag væri hvað væri skrifað út í konsól þegar þessi kóði keyrður. Þannig að það er kannski erfitt að gera þetta svona og halda öllu í hausnum, en þá ykkur náttúrulega velkomið að krota hérna til hér. Ég nenni að gera þetta. Nei, ekki 5. Ég var að renna í gegnum þetta, ef viljið. Ok, ef við tökum þetta hérna og við sjáum að A fær fylkið 1, 2, 3 og gildið 1 inn hérna. Þannig hérna fáum við A sem 1, 2, 3 og við segjum X hérna og þá eitt af þessu hérna. Þetta X algjörlega óháð þessu hérna Xi. Þannig við segjum A map I plus B sem þýðir að öll gildin hérna eru stækkuð B sem það sem sent inn hérna. Þannig að þó svo að þetta hérna heitir X, þá heitir þetta B í skópinu fyrir fallið hér. Þannig að þetta verður þá fylki af 2, 3, 4. Upsilon verður þá 3 plus 4 sem eru 7. Og þetta skilar þá 7 plus 1 skilar 8 og loggar 1 plus 8 sem eru 9. Þannig að þarna að renna í gegnum þetta og þessar scoping-reglur á milli og blanda saman þessu. Þannig að þá þurfum við í raun að muna og vita hvernig scoping-reglurnar virka. Þetta hérna skóp er óháð þessu skópi og þá er alltaf gefið að allar breyturnar hérna séu skilgreindar með var, let eða const. En í námskeiðinni fyrir þess að fórum við ekki í byrjun yfir ECMAScript 6 virkni, þannig að þá var í raun hér notað ECMAScript 5. En núna myndið þið sjá hérna í staðinn const fyrir þessi gildi og þessi gildi. Hvað þýðir það ef við framkomum beiðni í HTTP og stöðukóði niðurstöðu með tölugildi á bilinu frá og með 400 til og með 499? Beiðni tókst, stöðukóði segir til hvernig nákvæmlega. Beiðni var beint eitthvað annað. Beiðni tókst ekki og villuna má finna hjá okkur í client. Beiðni tókst ekki og villuna má finna hjá vefþjón á server. Rétt. Hvað er SAS? NPM pakki sem hjálpar okkur að skrifa gilt CSS. Forritunarmál sem hjálpar okkur að skrifa gilt CSS. NPM pakki sem bætir við virkni í CSS. Forritunarmál sem gefur aðgang að aukinni virkni í CSS. D. Og aftur, svona, eftir að hyggja þá hefði maður líka skýrið yfir að þetta svara aðeins skýrara. Síðan koma forritunarspurningar og þá eru hérna fyrsta með CSS sem setur eitthvað hvað verið að vinna með. Það verið að vinna að grind sem byrjar á 12 dálkum með efni inn í. Raðir geta innihaldi marga dálka. Þannig að það hérna, það eitthvað flex wrap, no wrap. Nei, wrap og mega þeir flæði 9 línur. Grid call skal vera 12 dálkar ef gluggi undir 600, annars 6 dálkar. Grid skal ekki vera breiðara en 1200 pixlar og skal vera miðjuð
griddið mitt. Efni skal raða öllum börnum sínum lóðrétt og staðsetja þau í miðju, lárétt, hérna í miðjunni. Og síðan gefið eitthvað HTML fyrir þetta, þannig að grid row, grid call og eitthvað content. Og síðan hérna þetta að ég myndi ekki gera ráð fyrir að þið myndi muna allan syntaxin fyrir Flexbox. Þannig að þá í raun öll þau property sem við höfum verið að vinna með gefin og þau þurfum við að nýta þau rétt. Við þurfum að púsla þessu saman rétt. Og muna þá hvernig aðalás og krossás virkar, af því að það segir ykkur til það, en ekki nákvæmlega hvað aðalás og krossás og síðan gefið hérna partarnir til þess að skrifa þetta inn í. Og það sem við myndum vilja gera hérna fyrir grid miðað við það sem var gefið var að gefa því max width sem var 1200 pixlar og margin 0 auto sem að miðjar þá það innan containers, svona, miðjuð. Grid row ætti síðan að vera display flex til þess að við getum sagt síðan flex wrap sem leyfir þá dálkunum að rappa í nýja línur. Og fyrir grid call sem þá í raun þessi dálkar okkar, þá ættu þeir að vera við 100% og síðan fyrir contentið sem áttu að raða því hérna samkvæmt þessari frábæru mynd að það ætti líka að vera display flex og flex direction column, þannig að þetta myndi flæða niður og síðan ætti að vera align items center til þess að miðja þau og síðan var svona sem var eftir að higgja ekki kom ekki nóg að það var líka justify content center sem myndi í raun miðja þau líka inn í öllu bóksinu. Og síðan þarf media query fyrir sem sagt min with 600 til þess að láta þá grid call verða with 50% sem þá ekki 100% sem hérna heldur 50%. Fara úr því að vera 6 af 12 dálkum 50% yfir í að vera 100 eða svolítið öfugt út af því að við varum að gera þetta með mobile first, þannig í grunninn væri þau 100%, 12 af 12 en myndi síðan fara í 6 af 12, 50. Eftirfarandi óklárið virkni sem bæti við strengur formi á síðu ef lengd strengsins 12 eða fleiri stafir, fyllið inn í main og form fyrir það HTML sem vantar, en fyrir JavaScript hefur virkni sem vantar verið skipt út fyrir bókstafuna A, B, C og D sem fylla skal inn í. Og svo hérna ef það eitthvað svona óljóst þá reyni ég að sjá fyrir því og segja ekki þarf að hugsa CSS eða annað HTML en það sem virkni krefst, gera maður ráð fyrir að JavaScript keyri, þannig að þið þurfum ekki að skrifa eitthvað document, add event listener, DOM, content, loaded, eitthvað slags. Heldur höfum við hérna main sem hefur síðan eitthvað form og inn í þetta þá vantar í raun eitthvað sem við getum síðan séð vísun í hérna, þannig að hérna þarf að horfa á þetta heildstætt. Það þarf að horfa á þetta hérna til þess að sjá að það er verið að vinna með eitthvað sem input og það er að vinna með eitthvað sem heitir results hérna. Þannig að við myndum líklegast vilja búa til eitthvað div hér sem heitir með klassan results og síðan myndum við vilja hafa eitthvað input type text og eitthvað hérna sem við sjáum hérna add event listener submit, þannig að það þurfti eitthvað til að submitta þessu, þannig að það geti verið input type submit eða bara button sem væri réttast hérna. Þannig að hérna værum við með input type text og button senda og hérna fyrir ofan div class results. Og síðan hérna fyrir JavaScript kóðan, ég ætla bara að gera þetta sjálfur þegar við erum að renna út á tíma og ég ætla ekki að halda ykkur úr lengi. Þannig að hérna höfum við síðan virknina og það er búið að skipta út hérna A, en við vitum það að við erum að fara að fá nákvæmlega eitt gildi hérna, þannig að við þurfum að nota query selector. Síðan höfum við B sem þá að athuga þetta lengdartakmark á þessu og B kemur þá líklegast úr input, en ekki bara úr input, heldur úr input.value, þannig að B væri input.value. Síðan búið til eitthvað P og við það bætt textanóðunni, þannig að hérna höfum við input.value, þannig að það þarf ekki heldur að muna nákvæmlega þetta að því að ef maður horfir á þetta heildstætt og lesi í gegnum kóðan og við skiljum hvernig kóðin virkar, þá eru vísbendingarnar þar til staðar.
og síðan er result.cp og þá er það hérna append child er það sem vantar hérna í C til þess að bæta við results þessu p þessu p okkar og síðan er hérna add event listener og add event listener er sett á eitthvað og þá er líka sett eitthvað hérna query selector form og þá er þetta aftur að vísi hérna ef við föttum að hér þyrfti query selector þá myndum við líka geta séð út í því að hér er document þannig að það sem vantar hérna fyrir D er document. Síðan er hérna JavaScript kóði sem er merktur með línum og notar hérna XML HTTP request en hér er verið að sækja gögn frá vefþjónustu og birta vef með fallinu display data og það er bara eitthvað fall sem er gefið þannig að við getum kallað í það bara hérna og ef við gefum okkur eftirfarandi það tekur DOM 200 millisekundur að verða tilbúið 0,2 sekundur kall í þessa vefþjónustu nei ó nei, ekki tími þetta kall í þessa vefþjónustu þannig hvar er ég? Hérna tekur 1500 millisekundur 1,5 sekundur og það tekur 100 millisekundur að sína gögnin hérna hefði verið gott betra með kalli í display data þannig að lýsið tímalínu fyrir keyslu á hvaða tíma er kallað í hvaða línur að ofan og þetta á ekki við alla línur í forritinu þannig að við förum hérna og þá sjáum við þurfum að lesa ólínulega í gegnum þetta hérna þannig að það er kallað í hérna lykilorð þannig að það er kallað sem sagt á 0 sekundu tekur vafrinn við og keyrir þetta eftir 200 millisekundur verður dommið tilbúið og þá er kallað í þetta hérna funksjón í línu 12 þar er síðan sagt eitthvað delay in ms delay in milliseconds eftir 2000 millisekundur ætlum við að kalla í load data þannig að þetta keyrir hérna eftir 200 millisekundur þá hoppum við í load data það keyrir eftir 2200 millisekundur eða 2,2 sekundur og þá förum við hérna inn, þetta er innra fall sem við erum ekki búið að kalla í ennþá hér förum við í requestið hérna var buggur, hérna vantaði request.load í lokin til þess að actually að senda requestið á stað þannig að gefið að það væri sem var mín hugsun og ég leiðrétti þá er raun requestið framkvæmt og það tekur 1500 millisekundur sem þýðir að eftir 3,7 sekundur eða 3700 millisekundur er onload fallið keyrt hér eftir að það er búið að loada þessum gögnum og það er parse data það sækir JSON-i hérna og það er ekki gert ráð fyrir að parse hérna vantar líka að senda inn gögnin þannig að þetta var alveg fullt af villum í þessu vantar að senda inn actual gögnin úr request þannig að vantar request.data en við erum ekki að fara að nota XML HTTP request þannig að skiptir svo sem ekki öllu en síðan er kallað display data sem tekur 200 millisekundur eða var það 100 millisekundur 100 millisekundur og við endum með að allt þetta tekur í heildina 3,8 sekundur eða 3800 millisekundur þannig að það er niðurstaðan úr þessu og þá liggur svarið fyrir hér að það sé í raun 3,8 sekundur og 2 hluti sárvantar í forritið já ok, þetta var feature hjá mér og það vantaði hérna þegar ég skrifaði hjá mér request.load sem er frekar svona léleg spurninga því að veist, þetta lítur bara út fyrir að vera brotið og getur bara sagt hei, þetta mun aldrei keyra því það vantar request.load sem að ég hefði bara sagt það er rétt og gefið stig fyrir en það er það eða einhverja villu meðhöndlun ef að þetta hérna keyrir ekki þannig að en út af því að það komst að ég veit ekki hvort ég hafi breytt svo við eftir á eða ekki en þegar ég sé þetta og ég sé að þetta er ekki í raun ekki góð spurning þá mun ég í raun taka tillit til þess í yfirferð þannig að ef ég rekst á bug og ég veit af honum í prófunu þá mun ég taka tillit til hans í yfirferðinni og leiðrétta það fyrir ykkur síðan afsakið þess að sengur hérna þetta er alltaf klika þá höfum við HTML part og CSS og hérna er í raun verið að biðja að minnsta kosti 5 atriði
sem að mætti gera betur. Og ef við bara skoðum það hérna, divið mætti vera section, H2 mætti vera H1 með við það að við höfum ekki séð neitt annað heading. Það vantar image, það vantar allt attributið á þetta. Eitthvað meira hérna? Nei. Við ættum ekki að hafa þetta ID hérna, við erum ekkert að nota það skrítið. Við ættum ekki að vera með transition all hérna, það vantar hröðunarfall hér, þannig að þetta ætti að tilgreina hverju transitiona og með hvað hröðun. Við ættum ekki að nota lykilorðið fyrir green, það væri betra að nota hex eða RGB-gildi fyrir litin. Við ættum ekki að vera að nota float til þess að stýra útliti á þessum person-gaur og við getum notað rem hérna eða em fyrir stærðina. Þannig að það eru hérna aðeins fleiri en 5 atriði sem maður mætti bæta úr þessu. Þið getur bókað að það verði svona spurning á prófinu. Og síðan eru ritgerðspurningar og í verkefnum höfum við mikið notað lintera. Hvaða lintera höfum við notað? Nefnið að minnst 2. Hvaða verkefni leysa þeir og af hverju ættum við að nota þá? Hafa þeir ókosti? Og það sem ég skrifaði hér hjá mér var dæmi. Við höfum notað HTML validator og CSS validator, ESLint og StyleLint, þannig að 4 af þessum 2 sem við beðum að minnst kosti. Verkefni sem þeir leysa að þeir benda á mögulegar villur og vandamál. Þeir benda mögulegar vandamál, sem bara warnings, eða benda mögulegar villur og þeir samhæfa kóðastíl. Og af hverju ættum við að nota þá? Þeir eru góðir í teymisvinnu, þeir passa upp á að forritun okkar líta eins út. Og þetta þeir bendi á mögulega villur sem að geta hjálpað okkur við það að debugga og koma í veg fyrir bugga og ókostir. Og þarna voru margir sem fóru á flug eftir að hafa verið að slást við validatora lintera og hafa kannski ekki verið sammálaðið með öllu og geta þá loksins komið raunverulegum tilfinningum sínum á blað. En það getur verið vesen að setja það upp. Það getur verið afskaplega mikið vesen að þurfa að linta eftir á og þurfa að takast á við þetta allt. Sérstaklega ef það bara einn í einhverju stóru verkefni sem fær það skemmtilega verkefni. Og það getur verið erfitt að vita hvað nákvæmlega þeir meina þegar maður að byrja að nota á. Og svo eitthvað sem að fólk geti að lenda í. HTML, CSS og JavaScript bregðast mismunandi við því hvað gerist, eða bregðast mismunandi við því þegar við gerum villu, eitthvað sem ekki samkvæmt specification. Hvernig það og hvernig það mismunandi? Hvað getum við gert til þess að minnka líkur eða eitthvað brotni fyrir notandi okkar? Gefið dæmi fyrir hvert. Og þarna í raun bara verið að biðja þessum samanburð á þessum villu meðhöndlunum. HTML reynir eins og það getur að giska í eyðurnar og gerir allt sem það getur til þess að birta efnið okkar. CSS lætur okkur sleppa ef við gerum bara villu í property eða eigindi og sleppir þeirri línu. En meiri háttar villur munum láta í raun það bila frá og með þeim punkti og í JavaScript ef það kemur upp villa þá mun það bara ekki keyra. Og það þá þessi aðalegur þessi svona rólega villumeðhöndlun HTML og CSS og þessi brothætta villumeðhöndlun í JavaScript. Og til þess að minnka líkur getum við nota progressive enhancement, nota lintera og prófa kóðan okkar ítarlega. 3.3. Af hverju ættum við að útbúa vefi með aðgengi í huga sem fylgja stöðlum. Og það þetta algildi vefsins aðgengilegu sem flestum. Það faglegt og það rétta og það eru lög og reglur sem að segja til að við eigum að gera það. Og samlegar áhrif með leitavélabestun. Og að lokum spurning sem við getum líka bókað að verði einhverju formi sem í raun svona að hnýta þetta allt saman. Þið eigið að út frá seinna hópverkefni útfæra það aftur frá einhverjum og þú sem ert að svara þessu prófi farið algjört frelsi til þess að skipuleggja verkefnið, hvað myndir þú gera? Þannig að þannig bara hægt að fara á mjög víðan völl og skrifa mjög mikið en það sem svona tiltölulega beint af augum með það sem þið hafa gert í raun að setjast niður og plana eins og þið hafa gert í hópverkefnunum, nota eitthvað version control, til dæmis Git og GitHub, nota og setja upp tólakeðjur, setja upp lintera, setja upp og ákveða bara hvað tól á að nota SAS, á að nota Babel, á að nota Rollup og þetta vísa í allt þetta telur.
skrifa HTML sem merkingafræðilegt með aðgengi í huga og SEO í huga. CSS, skrifa vefinn eða verkefnið responsive. Ákveða með SAS og þess áttar, hvort að ég þá skiptis upp í marga skrár, marga fóldera, nota BEM, breyta þetta niður í komponenta og það er fleiri rétt svör þarna, og með JavaScript nota einingar, hvaða API þurfum að nota. Verkefni 2 var í raun að nota svona API svipað þið eru að gera núna í verkefni 2. Hvernig við ætlum að vinna með það, útbúa viðmótið og hvernig á viðmótið okkar að vera, hvernig á eventhandlarnir okkar að vera, hvernig ætlum við að meðhandla villur og fleiri hluti sem að geta komið upp. En með þessu, takk fyrir.